Ok, höldum bara áfram með þessu myndbönd því að ég er svolítið að fara yfir bara þetta einfaldasta. Það er ekki mikið hérna sem að ég get talað um og sérstaklega fyrir þetta myndband. Þetta er rosa einfalt og þú veist, ég vil nota með þetta svo sem en ekki eins mikið og til dæmis Inducement og SMT og fleira. Þetta er þannig sé ekki concept eða confluence ætti ég að segja. Þetta mun þannig sé ekki hjálpa þér varandi að finna réttu treytur og þannig slíkt, en hvað þetta mun aðalega leitast eftir er að þú getur fundið út hvort markaður sé þægilegur eða ekki, hvort það verður auðvelt að treyta hann eða ekki. Þetta er það sem heitir low resistance liquidity run eða high resistance liquidity run. Hvernig það einfallega virkar er að low resistance liquidity run er beinustu leið upp. Við sjáum í þessu tilviki að þetta er alltaf bara upp, niður, upp, niður, upp, niður, upp. En high resistance liquidity run er akkurat það sama, nema það er svolítið meiri erfiðleikum með að halda áfram ofar. Við munum aðalega sjá þetta á lægri timeframeum, til dæmis 15:5 eða 1 mínútinni, og við munum aðalega sjá þetta á hærri timeframeum, til dæmis 4 tíma, 1 tíma, jafnvel daga eða vikur. Ef að þetta skildi myndast intraday eða sem sagt á 15:5 mínútum eða 1 mínútu timeframeinu, þá skaltu ekkert vera að treyta þennan markað því að þetta er ekki þægilegu markaður til að treyta. Markaðurinn þarf alltaf liquidity til að halda áfram, þess vegna sér þetta alveg á hærri timeframeum, en þegar við erum að treyta til dæmis frá 9:30 til hádegis, að sjá þetta myndast er ekki þægilegt því að markaðurinn er bara í töluverðum erfiðleikum með að halda áfram. Þú vilt helst sjá þetta gerast, low resistance liquidity run, þú vilt sjá það gerast eftir að þú ert komin inn í trade, en high resistance liquidity run er upp, niður, tekur út sell side liquidity, fer upp, niður, kemur aftur niður, tekur út sell side liquidity og heldur áfram upp. Low resistance er einfallega bara low resistance, það markaðurinn heldur áfram á fullri ferð, kemur aðeins tilbaka til að fá fleiri inn og heldur svo áfram. High resistance er að það kemur tilbaka, stoppar nokkra út og heldur áfram. Það nákvæmlega öfuga gerist fyrir bearish, bara niður, upp, þið sjáum að þetta heldur bara beint áfram niður. En fyrir high resistance þá er það bara, niður, upp, tekur út buy side, gera það sama, tekur út buy side. Þannig að við sjáum aftur að það kemur tilbaka til að fá fleiri inn, heldur áfram en stoppar þannig sig engan. Við viljum aftur sjá þetta gerast þegar við erum í treytinum þegar eða jafnvel reyna að koma okkur inn í treyt. Þegar high resistance liquidity run myndast aftur, þetta er markar sem vilt helst ekkert vera að treyta, en hann er nokkuð stöðugur þegar kemur að hærri timeframeum því að markar þarf liquidity til að reyfast. Þannig að ef þið eru að treyta og kannski eru að missa treytum og þið sjáu low resistance liquidity run, þá er alveg sniðugt að vera að selja á þessum stöðum því að markaður mun þannig sé aldrei stoppa ykkur út. Þið þurfum einfallega bara að hafa stoppið ykkar á næsta punkti svo þið verður aldrei stoppið út og þið sækist í þá hvað sem að markaðurinn er að dragast af, eitthvað slíkt. En fyrir high resistance liquidity run, ef þú ert að seljast á miðjum stað og hefur stopplásið á nálasta hápunkti, þið sjáu að þið verður ofta stoppuð út. Þess vegna er þannig sé ekkert sniðugt að vera að treyta high resistance liquidity runs. Eins og ég sagði áðan, við notum þetta þannig séð ekki til að finna treyt til að koma okkur inn í því að þetta er einfallega bara að segja okkur hvernig markaður er að hreyfast frekar en hvert markaðurinn er að fara. Þannig að þegar það kemur að því að finna high resistance liquidity runs og low resistance liquidity runs, þá erum við aðalega bara að finna út, er þetta þægileg dag til að treyta? Já eða nei? Þetta er bara já en er spurning. Þannig að low resistance er bara beinustu leið niður að beinustu leið upp, high resistance er að það er fólk að vera stoppuð út á leiðinni. Þannig að ef ég fer til dæmis, ég er á 50 minúta timeframeinu, við sjáum til dæmis hérna að þetta er svolítið stöðugt low resistance liquidity run. En með low resistance liquidity runs, þetta er ójafnvægir markaður sem þýðir að markaðurinn mun koma allan þessa leið tilbaka einhver tíman, það þarf ekki að gerast í dag eða á morgun eða í vikunni eða hvernig það er, hann mun gera það einhver tíman, mikilvægt að þið viti það því að hann er ekkert skildbundur að klára þetta í dag eða í vikunni eða í mánuðinum. Þannig að einhver tíman í framtíðinni, skiptir ekki máli hvort það sé til 10 ár eða hvernig það er, hann mun einhver tíman fylla þetta inn.
þegar að kemur að low resistant liquidity run, því að það svo mikið af liquidity punktum hérna sem á eftir að taka út, en með high resistant liquidity run þá þarf markaðurinn þannig séð ekkert að koma og fylla þetta út. Þetta mjög gott dæmi hérna til sjáuð að við erum með low resistant liquidity run allalega hér svona, og þið sjáuð að markaðurinn þruma sér tilbaka til að fylla allt þetta inn. Þið sjáuð að markaðurinn kemur einu sinni tilbaka til að fá fleiri inn og svo drullar það sér áfram niður, því að með low resistance liquidity runs markaðurinn vill fylla þetta allt tilbaka einhver tíman. Það ekki að gerast í dag eins og ég sagði, en hann mun gera það einhver tíman. En með high resistance liquidity run þá í markaðurinn bölvuðu vesenni að fylla það, eða þú veist að koma tilbaka og græja það, eða hann þarf, þú veist, markarinn í jafnvægi, þannig að hann þarf ekkert að koma tilbaka til að klára það. Þannig að ef ég finn bara, maður sjá, ef við tökum til dæmis bara þetta hér sem dæmi, þið sjáuð að markarinn alltaf að koma tilbaka og taka út þessi liquidity stæði sem að við viljum helst safna upp. Það alltaf liquidity sem verið að teki út, hérna, hér, þetta low, þú veist, þetta bara að liggja við allstaðar, og þið sjáuð að, þú veist, markarinn kemur tilbaka til að fylla þetta allt aftur, en hann gerir það töluvert hægara en ef þetta væri low resistance, því að þetta allt í jafnvægi nú þegar, þannig að hver ástæðan að fylla þetta eins hratt og við getum þegar allt í jafnvægi. Þannig að markarinn, þú veist, hann kemur tilbaka og reynir að klára þetta allt, en hann þarf þess ekkert. En þegar við höfum þetta low resistance liquidity run eins og hér, markaðurinn kemur harkalega tilbaka og kemur svo sannarlega harkalega tilbaka þegar fréttina myndast. En með low resistance og high resistance, aðalega til að líta eftir þetta þægilegur dagur til að treyta, já eða nei, og ef þetta low resistance liquidity run, þið getið þá ímyndað ykkur að ef að þið eruð að skortselja, segjum bara til dæmis hérna, segjum að þið myndið skortselja hér með stoppið ekkert hérna uppi, þið þurfið ekki að taka profits eitthvað starf hérna niðri eða eitthvað slíkt, því að markaðurinn mun fylla allt þetta low resistance liquidity run. Eins og ég sagði, hann þarf ekki að gera í dag, en hann mun gera það einhver tíman. Þannig að þegar þið eruð að skortselja hérna uppi, að það óþarfi að færa stopplossi í break even eða klippa smá af positioningar, þú veist, ef þið eru í 2 mínútum að taka einn af hálfa leiðina niður eitthvað slíkt. Það best bara að halda alla leið niður, því að markarinn þarf ekki að snúa við, því að þetta allt ójafnvægi sem þarf að fylla. En þegar það kemur að high resistant liquidity run, það mun taka töluvert lengri tíma að fylla það út af því að markarinn nú þegar í jafnvægi. Það sama með, þú veist, allt þetta hér, með svona stórt drop að ójafnvægi verður að jafnvægi, það svolítið bara að kemur með tímanum, en eitt sem við þurfum að muna, þegar þetta svona stórt drop, það þarf ekki að fylla það. Það bara gjössalega óþarfið, því að þegar það svona stórt drop, að þetta, þetta ójafnvægi, en þetta svo stórt ójafnvægi að það búið að jafna sig út nú þegar. Ég veit brenglega að skilja það, en það bara hvernig markaðurinn hefur það. En bara já, með low resistance, liquidities og high resistance, þetta þægileg dag til að treyta, já eða nei, ok. Ef þetta low resistance liquidity run vinstra með við okkur og við erum að kaupa eða selja, þá langþægilegast að halda alla leið í gegn, því að markaðurinn mun fylla þetta á þægilegum tíma. Hann mun gera það á mjög þægilegum tíma. Það ekkert meira fyrir maður að tala um þetta svo rosalega einfalt og við notum þetta ekki það mikið. Við notum þetta ekki það mikið, þannig að, já, ekkert fleira frá mér. Ég heiti Ásmundur Ari, betur þess að gott að pissa, takk fyrir mig.